Við ætlum að kíkja með ykkur í heimsókn til hans Hannesar. Hann að safna traktorslíkönum, ægilega flottum og ægilega mörgum. Heyrum hvernig þessi ástríða fyrir traktorum kom til. Hannes, þú hefur töluverðan áhuga á traktorum. Út af hverju þessi ástríða fyrir traktorum? Ég hef bara, ég ættaður frá Leirulækjarseli, vestan á Mýrum. Og þar voru var oft í sveit þar og þar voru bara Deutz traktorar. Og ég fekk bara gríðan áhuga á Deutz traktorum. Eftir að hafa verið mikið þar í sveit. Já, varst að keyra traktor þegar þú varst? Já. Og þetta voru svolítið trúarbrögð þarna. Deutzin? Já, Deutz. Já. Menn sá bara Deutz á þessu bæ, sko. Já. Þannig að ég smitaðist algjörlega að því, sko. Og fannstu það bara strax þegar þú varst lítill bara fannst þetta heillandi? Já, ég var strax mjög svona heitur og mjög svona forfallinn Deutz aðdáandi. Hvernig kemur svo til að þú ferð að safna traktorslíkönum? Það gerist nú bara fyrir 10 árum. Þá var ég á Spáni, á Benidorm og álpaðist inn í svona módelverslun og sá eitt svona módel af Deutz. Af Deutz og keypti það og þá byrjaði þetta bara einhvern veginn að rúlla. Fór ég eitthvað svona þvælast á net, ég vissi ekki einu svona þessi heimur væri til, sko, þessi módelheimur. Fór ég bara þvælast á eBay og svona og þá var bara helling til og þá fór ég bara að safna og safna. Hvar kaupir þetta? Ég pantaði þetta bara utan. Aðalega frá Hollandi, Bretlandi og Þýskalandi. Þú sagði að þessi heimur væri ekki til, er mikið af áhuga fólki allan heim sem að safna? Já, og sérstaklega eins og í þessum löndum. Og ég fylgist einmitt vel með því svona á Facebook og á netinu, sko. Og það eru haldnar svona sýningar og svona. En ég veit ekki marga á Íslandi sem í þessu, sko. Ég alltaf með í pöntun. Það alltaf á leiðin einhver 1 eða 2. Ég alltaf að pakka. Þannig að þú alltaf svona tilhlökkun. Alltaf óbærslega spenntur. Svo hefur verið komið með eitthvað marga traktora og þá ferð að setja þetta í skápa. Já. Ég byrjaði þetta fljótlega á því, sko. En svo bara stækkaði og stækkaði. Ég var fyrst með þetta bara í herbyggi og svo fór ég með þetta inn á ganginn. Svo sprakk það náttúrulega allt og svo fekk ég að stúka þennan hluta af í stofunni. Það samningaviðræði og þau tóku svona cirka ár fyrir konuna, sko, því að stofan hennar svæði, en það hafðist að lokum, sko. En þetta samt sprungið núna, sko, þú veist. Já, það þarf að garga og ég þarf stærra svæði, sko. Hvernig taka gestir og gangandi í þetta þegar þeir komið í heimsókn? Vita allir af þessu, er ykkur að koma sérstaklega kannski út af þessu? Fá að kíkja á traktorsafnið? Nei, það helst bara vinnufélaga, sko. Því ég er náttúrulega alltaf bladrandi þetta í vinnunni. Ég er alltaf að tala þetta dót og smita held ég alveg ófáslega út frá mér, sko. Því menn eru til þess að segja mér frá því, sko, þú veist, þegar þeir eru að þvælast eitthvað út á landi og svona, þá láta þeir mig vita þeir eru séð Deutz á þessum bæ og þú veist, menn eru farin ósjálfrátt að líta eftir þeim græna, sko. Fyrst ég byrjaði að safna þessu, þá safnaði ég bara Deutz. En svo eins og við sjáum kannski, þá eru byrjað að læðast inn fleiri tegundur, sko. Þannig að núna það eru mikið af fentum, ég heillast enda fentinu svolítið líka, enda þýskur. En núna ég farin að panta svolítið traktora sem ég finnst þeirra flottir svona orgina, eða sem sagt í alvörunni. Og ef hann til sem módel, þá ég farin að panta þá líka, sko. Þannig ég komið með hans í marga tegundir, þetta ekki bara Deutz þetta. En byrju, ég skilja rétt að þú fer kannski að skoðar nýja traktora, hóist á síðum, hvernig þeir eru alvöru og ferð svo og kíkir á líkanið. Já. En mér finnst það að vera rosalega grípandi og flottur svona live, sko, eða sem sagt eins og hann í raunveruleikanum. Og ef hann til þannig sem módel, þá kaupi ég það. Það þú ert ekki bara með traktora, þú ert líka búin að raða upp. Já. Hér erum við nú bara komin út á akur, sko. Já, ég hafa nokkra kýr og svona. Og svo ég alltaf að breyta þessu líka. Breyti þessu reglulega til þess. Eins og síðast þá var ég bara með fjós lausagöngu fjós. Og ég á fullt af svona húsum og svona dótið, þú veist, til þess að breyta. Þannig að stundum ég með þetta svona á hinsegin. Já, ég sé út með mjólkurtanka og hænur og alls konar fylgihluti, sko, líka. Já, og svo ég komið Leli Mjaltaþún sko. Já. Var að fá Lékstu þér sem barn í búi? Já, lék mér mjög mikið með svona traktora. En færðu þá ekki þá tilfinningu aftur? Já, geggjað. Og ef ég á von á svona stórri sendingu, eða þá búin að safna þið saman kannski, búin að fá nokkrar, þá tek ég kannski allt út. Kannski í 3-4 daga,
spila bara tónlist, allt gerist bræður og eitthvað svona alíslensku og svo bara raða eitthvað nýtt. Og bara ferði í einhvern annan heim, bara einhvern sveita. Já, ég bara hérna út að Akri, sko. Ef þú fengir alveg frjálsar hendur, hvar myndir þú enda þá með þetta? Bara stofan. Já, bara stofan. Já. Þú myndir ekki opna bara alveg safn. Þú myndir ekkert nenni að standa í almúanum hérna. Nei. Ég rosalega gaman að ég eitthvað kemur og skoða, sko. Ég óbúslega gaman að sína þetta, sko, en ég ger mig grein fyrir þetta bara minn heimur, sko. Þú veist, það ekkert rosalega margir í þessu. Ég sé hérna nokkra traktora sem eru hérna með sólblómi, gulltraktor, þetta eru ekki traktorar sem eru til eða hvað? Alltaf ekki þessi gulllitaði. Ég veit eins og þessi var framleiddur, sko, en í örfáum eintökum, sko, og eins og til þess með Deutsch, sko, þó hann sé grænn, sko, þá eru þeir eins og með svona svarta línu og þeir hafa, eins og þetta eru Deutschar hérna, þessi hvíti og silfraði hérna, þeir hafa verið framleiddir svona líka, sko. Þannig að þetta eru, þó þetta séu allavega litir, sko, frá hverjum framleiðenda, þá þetta samt, sko, það sem hefur verið framleitt í raunveruleikunum, fyrir utan hérna gulllitaða. Langaði til þess að búa í sveit? Já, það var svona alltaf draumur, sko. Já. Nú ertu mótorhjóla lögregla. Já. Ekki hægt að hafa svona traktors lögreglu? Er það ekki eitthvað sem ríkið hægt að skoða? Í Reykjavík? Já, það veit svona á Deutsch. Það væri geggjað. Tala um að vetu þar. Það er ekki til Deutsch mótorhjól, er það? Nei, það er ekki til það. Það er bömmir. Já, ég væri á svoleið, sko. Ég var að grænu lögumótorhjóli. Það er engin spurning, sko. Nei, það var alltaf draumur. Mér langaði alltaf að vera kúabóndi, sko. Og það er alltaf í kollunum á mér ennþá, sko. En það verður ekkert úr þessu því að ég á enga peninga til þess að stofna svona, eða kaupa eitt svona bíli, sko.